Ólafur Ólafsson, kaupsýslumaður, hafði milligöngu kaup Sheiks frá Katar á stórum hlut í Kaupþingi skömmu fyrir hrun. Við ræðum við Ólaf þessi umdeildu viðskipti og tölum einnig við Willem Beuter, hagfræðing, sem fullyrðir að íslensk stjórnvöld og líklega þjóðin öll hafi lifað í blekkingu allt fram að hruni bankana. Við heyrum einnig skoðun Vilhjálms Bjarnasonar og Péturs Blöndals á sjónarmiðum þessara manna. En við skulum byrja á að heyra í kaupsýslumanninum Ólafi Ólafssyni. Þóra Arnórsdóttir ræddi við hann í dag og bað hann fyrst að útskýra muninn á sjóðunum tveimur í Katar sem Kaupþing reyndi að sækja í fyrra. Já, annars var verið að leita eftir í að fá Qatar Investment Authority sem eitt stærsti sovereign sjóður í heimi með 80 billjónir milljarða dollara þess að fjárfesta í Kaupþingi og hins vegar til einkafjárfesta sem að tengjast stjórnvöldum í Katar. Sem títtnefndur Sheikh Mohammed Al Thani. Kom aðeins að honum á eftir, opinberi sjóðurinn, sem þú nefndir, vildi kaupa 20% af hlut í Kaupþingi í fyrra sumar. Hvers vegna gekk það ekki eftir? Þeir gerðu tilboð sem að snerist það að, mögulegt tilboð sem snerist það að kaupa 20% af nýútgefnu hlutafé sem heimild hafði verið gefin fyrir á hlutafundi. Tilbúið miðast við, ef ég maður rétt, að notast væri við book value að frátur allir viðskiptavild. Þetta þótti mönnum og langt á þeim tíma, enda bankin velstæður og í góðum málum eins og menn best sá á sumarmánuðum, júlí mánuðum. Já, þeir vildu kaupa á bókfærðu verði sem var þá nokkuð undir markaðsverði. En telur þú að Kaupþing hefði ekki fallið ef þessi peningar hefðu komið inn? Það lítur nú hver maður að sjá að markaðsverðið 20% í Kaupþingi var yfir 100 milljarðar króna. Hefur það komið inn í eigið fyrir bankans þá væri staðan orðið allt önnur. En þá að, eins og segi, títtnefndum Sheikh Mohammed Al Thani sem var beðinn að kaupa hlut í Kaupþingi með sínum einkasjóðum. Hvernig kom það til og hver bað hann það? Ég kynnti Kaupþing fyrir þeim sem og fleiri aðilum á þessu svæði og það var að gera ítalegar úttektir á Kaupþingi að PricewaterhouseCoopers stóð yfir 2 mánaða skeið og eina þar ítalegar sem að ég hef heyrt af og þar sem að mönnum bara leist mjög vel á Kaupþing og taldi það mjög áhugaverðan kost. Kaupþing var ekki með öll þessi undirmálslán og vesinn sem að var að herja á bönkum hér í Evrópu á þeim tíma og menn voru til að spennti fyrir því tækjum sem það var og þess vegna var þessu vissin. En fyrst að bankin stóð svona vel að mati PricewaterhouseCoopers, akkur lánaði bankin þá fyrir öllum kaupunum og tók sjálfur áhættuna á helmingnum hátt í 13 milljörðum króna? Það nú bara algengt í viðskiptum á Íslandi að taka lán upp á 50% í svona viðskiptum ekki hátt lán. Þeir lögðu fram persónulegar ábyrgðir fyrir þessu og mun meira en það stóð til að fara í frekari viðskipti milli bankans og þeirra. Og ég held að þetta hafi bara verið til að hátt eigið hlutfall í svona viðskiptu 50%. Þannig að þið finnst þetta ekki lýsa svona ákveðinu örvæntingu á hálfu bankans að hætta sjálfur 12,5 milljarði við sölu á eigin bréfum? Þú hefur nú bara séð það í bankahruninu að menn fjármögnu hlutafjárkaup gjarna með lánum að ákveðnu marki. Það er ekkert óeðlilegt við það að þessi lána 50% á móti kaupverðinu. Kaupin fóru fram í gegnum 2 félög, annað var stofnað á Íslandi í nafni Al Thanis, hitt skráð á bresku Jómfrúreyjum og í eigu Ólafs. Hvers vegna farin þessi leið? Það verður fyrir það kannski 3 megin ástæður. Annars verður þá varðandi Jómfrúreyjarnar, það ekki tvísköttunarsamningar milli Íslands og Katar. Hins vegar þá var lagaumhverfi á Íslandi mönnum ekki algjörlega þekkt. Í þriðja lagi var fljótlegt að stofna fyrirtæki á Jómfrúreyjum og ég hygg að það hafi nú valdið því að menn töldu það heppilegasti valkosturinn. Þú lítur þetta að skilja að mönnum finnist það skrítið annars vegar sé þitt félag skráð á bresku Jómfrúreyjum sem að svona sett í hóp með skattaparadísum og hins vegar sé það hans félag skráð á Íslandi. Ég bara skil það mjög vel að menn botni ekki algjörlega í þessu viðskiptum, þau eru til dæmis flókin. En hver bað þig að vera eiganda félagsins? Ég var koma þessu með mörgum aðilum og ég er búin að lýsa mínu hlutverki. Það var að koma á viðskiptum milli íslenska fjármálastofnunar og þessara aðila sem voru mjög eftirsóknarverðir og allir vestrænir bankar leituðu til á þessum tíma
og ég var tilbúin að tegja mig langt þess að geta orðið að liði í þeim viðskiptum. Segðu mér annað sem hefur verið rætt það að þú eigir að hafa keypt skuldabréf í Kaupþingi eða frá Kaupþingi á 13 milljarða króna og selt bankanum á 25. Algjör fjárstaða. Þannig og það mjög sérstakt að vakið fyrir mönnum að birta svona staðhæfulausa fréttir svona viðskipti. Þú segir þetta sé hrein lygi? Hrein lygi á góður íslensku. Og ekkert í ætt við þetta hafi átt sér stað? Ekkert sem ég þekki. Já, þú ættir að þekkja það? Já. 20 milljarða viðskipti fara nú alltaf fram hjá mönnum. Ég reynt út við þetta hrein lygi á þinni kjartgóð íslensku. Annað sem rætt hefur verið þegar Altani gerir upp sinn reikning, keypti Kaupþing á honum gjaldeyri og yfirverði svo að hann og greiddi þannig niður skuldina. Hrein fjárstaða. Það var þannig að eftir að hryðjuverkalög voru sett á Ísland og eftir að Seðlabankinn hafi farið inn í Glitni, þá var einsýnt í hugum þessara manna að það væri komið að leikslokum fyrir Íslandinga. Þeir ákvaði að gera upp skuldir sínar við íslensku stofnanir. Þeir keyptu á Reuters-markaði og þú getur séð hver hann var á þessum tíma. Fyrir $50 milljón, 12,4 milljarðar króna. Það nákvæmlega verðmæti krónunar á þeim degi sem þeir keyptu þetta. Þá voru gjaldeyrisviðskipti á Íslandi lokuð, þeir keyptu þau erlendis, borguðu sínar skuldir. Þá vantaði einhverjar upphæðir upp á og nokkrum dögum seinna var restin kláruð. Þeir borguðu upp sínar skuldir í krónum nákvæmlega margar og láni höfðu upp. Þannig að þú segir að Seikin hafi tapað þarna rétt 13 milljörðum króna í þessum viðskiptum? Seikin tapaði verulega miklu í krónum. Ólafur Ólafsson þarna í London. Velkomnir Vilhjálmur og Pétur. Pétur, mér langar til að byrja á þér. Hvað sýnist þér þessi viðskipti? Sko, nú er það afskaplega erfitt að meta svona einstök viðskipti og fara ekki í dómarasæti. Og maður getur ekki farið í dómarasæti nema að þekki allar aðstæður. En það er ljóst að þetta þarf að skoða. Og við erum nú búin að setja í gang svona sannleiksnefnd sem á að kanna allar færslur og allt slíkt í þessum málum bæði fyrir og eftir hrun. Og ég bind mikla vonu við það að hún reki svona dæmi og svo er auk þess búin að setja á laggirnar sérstakan saksóknara sem að mun fara ofan í sína mál og hann hefur úr miklu fjármunum að móða, 50 milljónum plús. Hann fer sem sagt nánast eftir þörfum. En það er ljóst að við gjaldþrot almennt þá reyna margir að bjarga hagsmunum, bjarga sínum hagsmunum og teygja sig oft ansi langt og það kemur því miður fyrir að menn fari á skjön við lögin. Ólafur sagði að hann var tilbúin að teygja sig langt til þess að þessi viðskipti gætu gengið í gegn. En hvað er mögulega ólöglegt þarna? Já, það er eitthvað sem saksóknarinn þarf að finna út úr, sko. Ég get ekki sest í dómarasæti út á þessu sérstöku máli, ég bara kæri mig ekki það. En til þess þarf að maðurinn að fá verjanda og allt slíkt, þannig að við lifum ju í réttaríki. En ég vil bara benda á það að í svona miklu gjaldþroti þá gerast margir hluti sem gætu og eru oft á tíðum því miður í andstöðu við lög. Og bæðir það að hlutum er hreinlega stólið og eins það að það er verið að svindla á búinni sýndagerning og annað slíkt. Þetta þarf alltaf að skoða í þessari nefnd. Hvað finnst þér þurfa að skoða þarna? Þarna eiga sér stað milljarða viðskipti og það verðast enga greiðslur eiga sér stað nema þá með einhverjum affallapappir með þeir virðist í lokin. Já, ekki segir Ólafur. Eins og Ólafur lýsti. Já, hann lýsir því að hann lýsir þessu þannig, en í fyrsta lagi vekur það náttúrulega mikla furðu að það þarf að gera eitthvað að skattalegum ástæðum og þá er Katar-hlutin gerður á Íslandi og Ólafs hluti gerður á bresku Jómfrúareyju. Og nú er ég ekki alveg kunnugur með mér er ekki kunnugt tvísköttunarsamninga milli Íslands og bresku Jómfrúareyja, en þetta með skattaparadísa þá hæpið það svo að sé, þannig að það strax svona vekur eina stóra spurningu. En það liggur alveg fyrir í þessu bankahruni að bankarnir voru að halda hér uppi hlutabréfaverði með því að selja hlutabréf í sjálfu sér og lána andvirðið gegn haldlitlum veðum og kannski engum veðum öðrum heldur en hlutabréfunum sjálfum og halda þannig uppi
hlutabréfaverði þannig að þau kæmi ekki inn á markað og eins og einhverjir stjórnarmenn kunna segja verð á hlutabréfa ræðist eftir framboð og eftirspurn sem gerir alls ekki en þannig er verðinu haldið upp með því að það er lánað þarna út áhættulaust lán menn bera enga ábyrgð á þessum lánum vegna þess að hlutabréfunum sjálfum arði af hlutabréfunum ætlað að borga þetta eða verðbreytingum á hlutabréfunum og við erum að tala hérna útlán allra íslenskra banka upp á 1700 milljarða þegar bankakerfið hrynur í lok september og síðan segir hérna hver mann að vera það áttur engar óeðlilegar og ólöglegar færslur sér stað það er merkilegt ef að íslenska lýðveldið hefur hrunið af löglegum ástæðum og mér er það mjög til efs en ég ætla líka að segja það að þegar hlutafélög eru stofnuð þá ber að greiða andvirði hlutafjár til félagsins ef það er ekki greitt þá ber að votta það að þetta sé með verðmæti sem standa undir því að greiðslu komi fram en það að hlutabréf eigi að greiðast með sjálfu sér er náttúrulega bara fásinna og eins og Ólafur lýsti þessu þá var þetta mestan part þannig Já, hann sagði það. Og síðan ætla ég að segja aftur að þetta er ekki fyrsta skipti sem svona furðupersónur og furðubankar hafa gósuð upp. Þannig að þú ert að segja kalla Sheikin furðupersónu? Já, hann hefur aldrei verið spurður um nokkuð skapaða hluti þessu máli. Ég reyndar að fá samband við það er ekki heilum hægt. Og þetta er, sko, fyrir 6 árum, þá var Búnaðarbanki seldur. Og hverju var hann seldur? Hann var seldur einhvern þýskum banka og ég með reikninga bankasélendur höndum frá þessu tiltekna ári og það er útilokað að bankin hefði eignast þetta og svo er ég með vottorð hérna frá því virta endurskoðunarfyrirtæki í Þýskalandi, KPMG, sem með allt niður í sig út af neyslumálum hjá Siemens. Þannig að þeir votta það að þeir eru að votta reikning en vísa til vitlaus ártals og segja þetta á ensku með svo loðnu orðfæri að það er ekki nokkulega að lesa í það hvað þeir eru að segja. Það sem þú ert að segja er það að Hákon Áfars er það ekki bankinn sem þú ert að benda á að það hafi verið einhvers konar leppur. Er þetta að segja að Sheikin sé einhvers konar leppur til að halda uppi hafi verið leppur? Já, hann er búinn til þess að slá augu til að slá ryki í augu íslenskra sparifjáreigenda sem að annarkoð kenga sínum hlutabréfum í Kaupþingi eða voru að kaupa meira. En nú framvísaði hann kvittunum það hann hefði greitt sína skuld við kaupin, það er það 12,5 miljard. Já, það er nú hægt að búa til blöð, þannig að þetta var ekki svona gjaldkera kvittun eins og úr verslun. En eins og ég segja að mér finnst furðu margt líkt með þessu og þetta, eins og Pétur hefur rækið, að færslur á síðustu dögum bankana, þær eru til og þetta verður rakið. Það verður rakið, áræðilega. Og það er það sem okkur skiptir máli. Ég má hann að vera rakið miklu lengra aftur. Allt til sölu að Búnaðarbankanum eins og til 2003. Já, ennþá lengra aftur, 15-20 ára eftir tíma. Pétur, það er nefnilega einmitt máli, menn segja að þetta verður að rannsaka, þetta verður að skoða, það verður að rekja þetta, en það gætir samt óþolinmæði vegna þess að það er, sko, slóðir eru hægt að dylja og fela, þarf ekki að ganga í máli á krafti, þú segir 50 milljónir til sérstæða saksóknara, er það óskaplega mikið, þarf hann ekki með sér meira lið? Það má vel vera, sko. Það eru liðnir 4 mánuðir frá hruni. Mér skilst reyndar að það hafi verið tekið afrit af öllum gögnum bara strax í byrjun. Þannig að sko, tölvugögnin eru öll til. Hérlendis og erlendis? Allt, já, erlendis það veit ég ekki. Það er nefnilega vandamál til dæmis fyrirtæki, sjálfstæð fyrirtæki í Luxemburg og víðar, að það er ekki svo hlaupaði að fá gögnin það. Og mér er ekki kunnugt hvort að minna að fengi þau gögn en þau geta verið nauðsynleg í púslinu til að finna út sko, hvað eiginlega verið að gerast. Alveg áreiðanlega. Þetta verður mikið púsl til að finna út úr þessu og verður óskaplega dýr rannsókn hjá þessari rannsóknarnefnd. Það er ég alveg samfærður um. Já. Áður en við höldum áfram, þá langar mig að sýna ykkur hér örstutt viðtal sem ég átti við William Beuter, hagfræðing sem var hér á landi helgina fór í dag. Og við skulum heyra aðeins hvað hann hefur að segja íslensk stjórnvöld, kannski ekki síst og í þá blekkingu sem þjóðin lifði í. Welcome, Mr. Beuter. Now, you have told us that the collapse in October was the inevitable end of an unsustainable banking, investment and consumption boom. Can you explain to us how it was possible that as late as in September last year, this nation still believed that we were going to have a soft landing, that everything was going to be all right here? Well,
people have an almost unlimited capacity for deceiving themselves, even greater than the capacity for deceiving others. And when you've been on what you consider to be a winning streak, when every bet you made appears to have paid off, then the notion that all this wealth that you, your family, your friends have been accumulating over these last 10 years could just be the manifestation of a gigantic bubble is just not conceivable. People are in denial because they cannot face the horror of the potential reality that this could all be a house of cards. Now, does this go for everyone? I mean, the authorities and the directors of the banks as well. Last summer, Kaupthing was trying to get some money from Qatar to buy 20% of their shares and believe even that this would have saved the bank. No, that would simply have prolonged the agony if it had been successful. And if it had been successful, it would probably have led to a further building up of the size, the excessive size of the bank's balance sheet. So the eventual crash would have been even bigger. No, the banking system was too large to be sustained by the Icelandic Monetary Authority and underneath that by the fiscal capacity of the Icelandic state. This was a completely out of control banking system that had to contract. It could have contracted in an orderly fashion maybe 2 or 3 years ago, but once we got to 2007, certainly mid of 2008, only a violent implosion was going to end the boom. Now, about our currency, you've said that we must get into the Eurozone, but I mean, just politically, it's impossible that we will become members of the EU for the next 2 or 3 years, and we need an interim arrangement. The economists might say you should join a monetary union, maybe with the Nordic countries or a Nordic country. But what if no one wants us? What if no one wants us in a monetary union? What do we do? If these temporary monetary unions with the Nordic brothers and sisters are not possible, then you have to basically muddle along with your own currency until you can get into the EU and the Eurozone. The proposals for unilateral adoption, for instance, of the euro are wrong and would be catastrophic, I think, for 2 reasons. First, it would not provide you with a lender of last resort. The Central Bank of Iceland can't print euros, so it would not help dealing with liquidity problems of the banking system. More importantly, it would violate the membership rules for economic and monetary union, and so would prevent the country from ever adopting the euro officially as a full member of the Eurozone and have the benefit of access to the lender of last resort facilities of the ECB and the euro system. So if you don't want to get into the EU, by all means, unilaterally Euroize. If you want to get into the EU and into the Eurozone, do everything except the unilateral Euroization. But if we just look around and say that we're not going to adapt another currency for a while, we're going to see what happens with the EU, it means that we're probably then going to have currency restrictions for quite a long time. Yes. If you do not get a credible currency from outside, then you'll have to muddle on with your own currency, the krona, and that will require continued capital restrictions, capital account restrictions, and indeed foreign exchange restrictions. Sorry. And yes, that will be the price that will have to be paid, although the very announcement that you are actively seeking EU and Eurozone membership might enhance your credibility and might make the markets less willing and eager to test the authorities in the foreign exchange markets. Now, you've said that the crisis is going to worsen internationally and that governments should nationalize troubled banks faster and earlier.
What will the international economy look like in a couple of years? Well, I think most of the big border crossing banks in what I call the North Atlantic region, Western Europe and North America, will be effectively in public ownership. In the United States, they're likely to call it something else, but these entities will no longer be operating as private business in any meaningful sense of the word, because they will be guaranteed, partly owned, repeatedly recapitalized by the government. So we're going to have a strange and undoubtedly rather inefficient, but there's nothing else on offer, form of 60-70% socialization of finance in the North Atlantic region. An extraordinary situation. Ótrúlegir tímar, segir hann. Pétur, hefur þú lifað í sjálfsblekkingu síðustu ári? Eflaust. Og þingheimur allur? Ekki bara þingheimur, ég held bara þjóðin og ekki bara Íslendingar, heldur útlendingar líka. Því að það sem hefur gerst núna síðasta árið í Bandaríkjunum til dæmis, 4 bankar horfnir, það hefði engin trúað því einhverju sagt það fyrir að Lehman Brothers myndi hverfa fyrir 2 árum. En erum ekki aðeins að nota það sem skálkaskjól og skjallaskuldinu og allt því á alls ekki, sko. Þegar við erum að tala heimatilbúðum vanda? Við byggum til þetta ástand, þetta óstöðuga ástand, til dæmis með því að taka inn þessi jöklabréf. Ég benti það aftur og aftur að þau verður mjög hættuleg og fleiri svo sem gerðu það, Einar Oddur gerði það líka meðan hann snaut við og hérna við töluðum peningamaskínu. Við vorum að lækka skatta, reyndar hækkuðu nú skatti tekið ríkissjóðs hækkuðu, þannig að það var spurning hvort að það var raunveruleg skattalækkun. Við gættum ekki að Íbúðalánasjóði, hann var að lána í gegnum sparisjóðina án takmarkana, upphæðum og tilgangi. Menn gæti tekið lán til annars heldur en til íbúðakaupa og Íbúðalánasjóði keypti þau bréf með ríkisábyrgð, með peningum sem með ríkisábyrgð. Þannig að það var ýmislegt, svona alltaf má segja það sem að Veit benti á í sínu fyrirlestra mánudaginn, sem var það að Íslendingar hafa lifað efni fram. Þeir eru mjög eyðslusamir og taka gjarnan lán. Það eitthvað sem þyrfti hugsanlega að breyta með þjóðinni, að hún læri eftir að spara og hún kunni það hérna einu sinni. Já, auðvitað, það má svo sem til samsvæði færa hver ber ábyrgð á sjálfum sér, en það ekki samt sem áður svo að fjármálaeftirlitið ber ábyrgð, seðlabankastjóri og stjórnvöld, að þau hefðu kannski átt að sjá viðvörunarmerkin og mikið af þessa lendingu? Jú, það er fullt af, miklu fyrr? Það alveg öruggt mál að það er fullt af viðvörunarbjöllum sem að hringja og klingja og til dæmis þessi maður kom hér með viðvörunarbjöllur í sumar og sérstaklega fyrir Landsbankann og Landsbankinn gerði ekkert með þetta til dæmis. Hann hélt bara áfram að taka á móti IceSave lánum og ausa þeim peningum út í einhverja vitleysu sem ekki finnast. Það var til dæmis koma fram helmingur af skuldum Landsbankans koma fram sem eignir og annað eftir því. Þannig að það er fullt af, hvað var að kalla það, statistik tölum lánamarkaðinn sem benda til þess að það er ekki allt með feldu og til dæmis þetta sem ég alltaf hamra með eignarhaldsfélögin sem eru bara byrjenda atriði í eiginfjártilskipun Evrópusambandsins, að það verðist ekkert að verið hirt það. Nú er ekki við sem að allir fylgja þar að setja sína eignarhaldsfélög til að takmarka ábyrgð. Já, einmitt þess að takmarka ábyrgð. Og það er nefnilega á að klingja í eyrum þeirra sem vita hvað ábyrgð er í bönkum og bankar eru semst að lána til þess að endurheimta og ef að menn vilja ekki taka að láni nema með takmarkar ábyrgð, þá var bankinn ekkert að lána heldur. Þetta ég held líka eitt vandi, það er gagnkvæmt eignarhald eða krosseignarhald. Það var mjög algengt hér á Íslandi, reyndar allan heim, en alveg sérstaklega mikið hérna og þetta áttu menn alltaf að sjá og ég bara fyrir 3 árum hélt ég fundi í efnahags- og viðskiptanefnd sem þá hét einmitt krosseignarhald. Ég held að þú verið Ég var á þeim fundi, en ég held að menn krosseignarhald og eignarhaldsfélögin eru bara atriði sem menn skildi ekki og vildi ekki horfast í augu við að kerfið sjálft
var Það bjó til eigið fé? Nei, það var rekið án eigin fjár þegar allt var þurrkað út. Það bara kom út 0 úr dæminu og síðan það var búið að lána svo mikið út á það var farið út úr kerfinu og það þetta gjaldþrot sem við erum að takast á við. Ef við lítum aðeins til framtíðar, Pétur, hvað með gjaldeyrismálin? Erum við dæmd til þess að vera hér með gjaldeyrishöft árum saman? Mér sýnist að eftir hótanir og kúanir Evrópusambandsins sem stóð eitt sem sameinað gegn Íslandi, við náttúrulega gáðumst upp, þá séum við búin að lesta íslenska þjóð svo mikið að þó að við gengjum í Evrópusambandið og þó við sættust eftir að taka upp evru, þá tækir það 5 eða 10 ár að uppfylla Maastricht-skilyrðin. Þannig að þeir eru búin að koma í veg fyrir það að við getum tekið upp evru þó við gangum í Evrópusambandið. En eitt varandi þetta, það nú eitt sem að... Þannig ég sem við getum tekið upp evruna fyrr með því að ganga ekki í Evrópusambandið. Já, það er þess að gera það einhlega eins og hann segir ef við höfum það ekki markmið að ganga í Evrópusambandið. Mér langar líka bara vegna þess að hann talaði það til dæmis í Silvíu Egils í gær, hvaða vantaði mikið á upplýsingum. Veit ríkið hvaða skuldar mikið, í hvaða gjaldmiðli, hverjum á hvaða kjörum? Að sjálfsögðu ekki, því það er ekki búið að semja ennþá Icesave-reikningana. Það er ekki fyrir en búið að semja sem við vitum. En þess utan? Ég hugsa að menn að safna því saman núna. Til dæmis þarna fullt af eignum sem að Landsbankinn og Kaupþing og Glitnir eiga út allan heim, sem er ríkið á núna. Já. Og hvers virði er það? Þetta sem að eignarrisfélögin eiga, eða sem skeljarnar sem eftir setja. Hvers virði er það? Og það kemur á móti þessum skuldbindingum sem við erum að takast á með Icesave. Þetta liggur ekki fyrir. Mér finnst að menn megi ekki vera svona kröfuharður það að fá upplýsingar eitthvað sem ekki liggur fyrir. Ég held til dæmis ef við greinum ríkið upp í tvennt, annars vegar bara venjulega ríkisrekstur og rekstur ríkisfyrirtæki og hins vegar þessi félög sem í skilameðferð eða greiðslustöðum, að þá liggur það alveg ljóst fyrir hvað ríkið skuldar í erlendum lánum í hinum eðlilega ríkisrekstri. Það er alveg, það þarf ekkert að deila það og þær upplýsingar eru aðgengilegar hverjum sem hafa vill og greiðslujöfnuður Seðlabankans sem gefin út allavega á 3 mánaða fresti og þetta er aðgengilegt í talnaseríum og það er þetta að rekja sig áfram og ég var einmitt að sjá í morgun hvernig verður brot í tölum árið 2004 með 1 árs tímalæki frá þessu örlagarík árið 2003 þegar bankarnir eru einkavæddir. Þannig að það er alveg kristallljóst að upplýsingar eru til hérna og öll meðferð talna, hún er, ég ætla ekki að segja tiltöluvenduð, hún er mjög vönduð. En hvað með til dæmis skýrslurnar bankana sem að, meira svo Ólafur myndi gjarnan vilja sín og sjá? Ólafur Ólafsson? Já. Já, hann náttúrulega getur byrt þessar merku skýrslur Pricewaterhouse sem hann vitnaði til áðan. Já, hún er gömul. Og hún er frá því í sumar. Já. Hún er ekkert gömul. Hún lýsir ástandinu frá sjónarhóli endurskoðandi á þeim tímum og það er einmitt mikilvægur þáttur í þeirri rannsókn sem nú fer fram að endurskoðendur gerir hreint fyrir sínum dyrum vegna þess að það er ekkert sýnilegt í birtum skýrslum frá bönkunum, hvort heldur frá árslokum eða miðju ári það sé nokkuð skapaðan hlutur að í bönkunum. En tölurnar, þær eru þarna á blaði, en hvað er að baki eignunum, það hins vegar hafa endurskoðendur ekki gert grein fyrir. Nei, og það vantar til þetta sem talað gagnkvæmt eignarhald, það var ekki talað það hvað mikið það minnkaði rauninni eignina, þannig að það er mörgum spurningum ósvarað og ég bind mikla vonir við einmitt þessar rannsóknarnefnd sem á að kanna þetta. Og ég hef nú reynda stungið upp á því að það verið fengið einhver heimsfrægur prófessor til þess að annað þá rannsóknum, hann kostar það sjálfur af því hún er svo áhugaverð. Þetta er eitthvað sem að heimurinn, það má eiginlega segja að það vandamál heimsins hafi brotnað hér á Íslandi, eins og alda sem brotnaði strönd. Að hér komi ljós hvar gallarnir voru til þess varandi gagnkvæmt eignarhald, varandi raðeignarhald, varandi framvirka samninga og svo framvegis. Hér er þetta alltaf komið ljós sem er undirliggjandi mjög víða. Bjóðum mönnum að gera í rannsóknir ábyrgis, þú sér tækifæri á því. Já, þetta er tiltölulega góð tilraun sem hér hefur verið gerð og aldrei Evrík og það má sjá ýmsar afleiðingar í henni, þannig að þess vegna er þetta góða rannsóknarstofa fyrir hagfræðinga, það er bara leitt að vera þáttakandi í henni sjálfur. Kærar þakkir fyrir að vera hérna með okkur Vilhjálmur og Pétur.